Kalli kanína og Högni Hinriks höfðu hort á þátt undarlega veru, snjómanninn ógurlega, sem bjó í órafjarlægð hátt upp í fjöllunum. Enginn vissi nákvæmlega hvernig hann leit út, nema hann var loðinn og skildi eftir sig risastór spor. Maðurinn í sjónvarpinu sagði að sá sem yrði fyrstu til að ná ljósmynd af snjómanninum ógurlega yrði frægur og ríkur. Ég veit hvernig á að finna hann, ég veit alveg hvernig á að finna hann, sagði Kalli kanína. Ef þetta er ógurlegur snjómaður, hlýtur hann að líta út eins og kafloðinn snjókall. Já, en hvað risa fótsporin? Spurði Högni. Það, engin vandi, sagði Kalli kanína. Hann gengur ekki, hann hoppar og þess vegna eru sporin svona stór. Það er bara einn vandi. Nú, og hver er hann? Spurði Högni. Jú, hann býr á Mount Everest, hæsta tindi Himalajafjalla. Þau eru svo há að þau ná alla leið til himna. Ha, þess vegna heitaðu þetta. Högna Hinriks langaði ekki neitt að klifra svona hátt upp á fjall. Jafnvel þótt hann auðlæðist fyrir það frægð og frama. Nú veit ég hvað við gerum, sagði Kalli. Hann reykir pípu og einhvers staðar verður hann að kaupa píputóbakið. Ef við setjum upp tóbaksvöruverslun, sér hann okkur og kemur niður. Góð hugmynd, við getum líka selt honum ís. Hann hlýtur að borða ís, sagði Högni. Nú skorti þá ekkert nema hlýjan fatnað, myndavél og nesti til að taka með sér í áætlunarvagnin til Mount Everest. Högni Hinriks var tilbúin til brottfarar þegar Kalli kanína kom þjótandi inn æstur í bragði og sagði: Hei, hvað heldurðu? Hvað heldurðu að við komið fyrir? Ég veit það ekki, sagði Högni. Datt mánin kannski hún á himnunum? Nei, ég sá spor eftir snjómannin ógurlega á enginu, sagði Kalli. Högni Hinriks hafði svo sannarlega ekki átt von á því. Hérna, hvers vegna heldur á snjómaðurinn ógurlega hafi komið hingað? Spurði Högni Hinriks. Já, kannski er bara í fríi, eða við frétt að við séum að leita hans. Það er aldrei að vita með svona ógurlega snjómann, svaraði Kalli kanína. Ég held að feli sig í fjósinu þarna. Söktu myndavélina, ég hef gætur á honum á meðan. Högni Hinriks var ekki viss að hann kærði sig að finna snjómannin svona fljótt. En það var kannski þess virði ef hann hlyti fyrir það heimsfrægð. Þeir biðu þar til myrkrið skall á, en snjómaðurinn ógurlegi lét ekki sjá sig, svo þeir læddust af fjósinu og gægðust inn gluggann. Og þarna sat hann, alveg eins og þeir eru ímyndað sér hann, kafloðinn og með pípu í munnunum. Högni Hinriks smellti á honum mynd. En nú varð uppi fótur og fit. Þetta var alls ekki snjómaðurinn ógurlegi, heldur Gísli bóndi reykjandi pípu. Hann hafði breytt loðskinn yfir kúna sína Hermelínu svo hann ekki kalt nóttina. Hermelínu brá svo við plasti frá myndavélinni að hún stökk á fætur og þaut út úr fjósinu. Gísli bóndi varð öskureiður og dró Högna Hinriks og Kalla kanínu með sér á lögreglustöðuna og kærði þá fyrir að hræða kúna sína og valda óspektum á almannafæri.